Og síðasta spurningin systir, okkur hefur verið kennt að þunglyndi andi. Já, það illur andi. Ég vil að þú útskýrir fyrir okkur það og hvernig á ávítar þann anda. Já, þegar hver maður, karl eða kona eða barn eða einhver finnur og veit að það eru með þunglyndi og komi hingað í kirkju, veit að það illur andi. Ástæðan kemur vegna að álögum, bölvun koma forveðra okkar. Það hafa alltaf verið galdrar, bölvun, þar sem þeir bölva fólki í fjölskyldunni og þeir segja kynslóðin upp á 10., upp á 20., upp á 30, þegar 100 ár eru liðin sem allir hafa bölvun, að allir þjást af þunglyndi og líka þeir drepa sig sjálf. Þess vegna þær bölvun koma og við sjáum það mikið, þær algengast. Svo fyrir kirkjufólki sem kemur hingað en også sér fólkið þitt vináttu fjölskyldu, sonur, dóttir í þunglyndi, leggdu hendur yfir það og ávítaðu þann anda þunglyndis og segðu, Guð, ég trú því að ég hafi ekki stjórnað þín vegna þess að ég fer ekki eftir borðum þínum. En ég spyr þig bara miskunn, Guð. Guð, hvernig þú ást og þú miskunn. En ég bið þig, Guð, ég vil stjórnað þín. Ég að leggja hendurna á þessa manneskju. Sonur minn, dóttir minn, frændir minn, frænka, maður minn, kona minn eða einhver. Hún í þunglyndi, hún illur andi, Guð. Ég þekki það frá dofrunum, frá álögum, frá bölvunin, en Guð, þú máttugur. En ég bið þig að sleppa og taka þennan illa anda, taka hann út. Verða það og hún fer ekki til að fremja sjálfsmorð eða særa annar fólk, Guð geymir. Það sem þú far að gera og finnst þú ekki geta það. Ekki segja, ég hafi ekki andlega gjafir, ég hafi ekki frá Guð. Guð segir mér ekki hann að gefa mér andlega gjafir. Og þess vegna legg ég ekki hendur á þær. Nei, gerðu það með því að sem þú hefur heyrað hér, með því að hefur lærið hér. Þú hefur lærið hér Guð mátur, hann hlustar, hann allstaðar og hann fylgist með okkur. Svo hvers vegna við það ekki að nýta okkar þar til að biðja Guð miskunn fyrir þá verður sem þjást af þunglyndi. Nú, en ef þú sjálfur þjást af þunglyndi, segðu líka Guð, ég þunglyndur, sjáðu, ég vil ekki lifa, ég hef engi hamingju, engi gleði, fyrir mig hefur lífið engi merkingu. Guð, mér líður eins og ég vil ekki lifa. Ég heyri raddir, ég finn fyrir skrýtnum hlutum, ég ekki sofa. Guð, hjálpa mér, slertu mér því það illur andi. Djöfurinn vil meiða mig, Guð miskunna þín, hjálpaðu mér því ég get ekki gert þetta einn. Og Guð má hjálpa þér og því að verðum við að gera það.